Hvar er Kári? Hann er að pakka. Pakka? Já, hann ætlar að vera hjá okkur í einhver tíma. Nú? Hvað varstu eiginlega að pæla? Ég held að ég gæti... Gætir hvað? Gætir hvað, Kata? Haldið áfram að ljúga. Veistu það, ég skil þig ekki. Og hvernig datt þér í hug að hann Kári væri partur af þessu? Hann var vitni, ekki sökudólgur. Ég get lagað þetta. Nú, jæja. Ég þarf bara að tala aðeins við hann. Kári, hlusta aðeins á mig. Ég skil vel að þú ert reiður út í mig. Ég elska þig svo mikið, ástin mín. Ég lofa að bæta upp fyrir þetta. Nú, af hverju treystur mér ekki? Af hverju trúir mér ekki? Ég vildi bara vera. Ég þurfti að vera viss. Ég var að hugsa um þig. Mamma, þú varst ekki að hugsa um mig. Hvar er minn? Það var að koma. Já. Kári.
Sæll, Steinar. Manstu eftir mér? Hvernig hefur það? Bara að dreymast. Veginn á lífi samt. Takk. Ég þarf að fá að spyrja það nokkra spurninga. Það er í lagi. Veistu hvernig Kristján fann þig? Þegar losnaði á fangelsinu daginn og hafði ég sambandi við hann út af þessari blaðagrein sem ég sá. Beinagreindina í Hvalfjörðinu. Og ræddi Tóma og Valhall og svo skildum við bara í góðu. Svo bara birtist hann og næsta sem ég vaknaði, þú varst mætur. Þú vissir að beinagreindin væri á Tómasi. Ekki satt? Og kveikari. Svo kveikar hann á myndinni að vissi að þetta væri Tóm. Það var kveikt alltaf á honum. Þegar ég fekk martraðir. Hafðir þú eitthvað með morðið á honum að gera? Nei, ég veit það ekki. Samt verðast nú sumir vilja minna það. Kjartan. Segðu mér þá hvað gerðist kvöldi sem að hann hvarf. Brynja. Góð til okkar. Nóttina og ég heyrði henni fótataki niður ganginn. Og þegar hún opnaði dyrnar að herberginu okkar Tómi á. Hann vissi Tómi. Þetta ég vissi að nú var rauðin komin á honum og þess vegna var með hnífinn. Og því að hann ætlaði að klára þetta. Hann ætlaði að klára þetta fyrir okkur strákana. Hann ætlaði að klára þetta. Og þegar hann svo fór Brynja með hann í kjallara þar sem að maðurinn beið alltaf eftir okkur. Og svo liðu 2-3 mínútur og þá heyrði ég manninn að öskra. Og þá ætlaði ég að fara fram, en þá kom Brynja og hún læsti hurðinni. Daginn eftir þá var okkur sagt að Tómi hefði strokkið og verið að leita að honum, en ég vissi að það var ekki satt. Og hann dref minn þetta kvöld. Ég vissi það. Og hvernig gafstu verið svona viss um það? Við ætluðum að strjúka saman. Ég vil bjóða ykkur velkomin á þennan blaðamannafund. Hér á eftir gefst ykkur tækifæri til að spyrja nokkra spurninga og ég vil biðja ykkur að koma beint að efninu og vera málefnaleg. En fyrst ætla ég að gefa ríkislögreglustjóra orðið. Takk hérlega. Eins og alþjóð veit, þá höfum við staðið í ströngu undanfarið en nú sér loksins fyrir endan á þessari stærstu morðrannsókn Íslandssögunnar. Við munum skila á okkur niðurstöðum rannsóknarinnar og síðan er það ríkissaksóknara. Æ, fyrirgefðu, Eskan. Vakti þið nokkuð? Nei, já, sakamál fyrir dómi, en niðurstaðan hefur gildi hvað varðar bótaréttin og þetta ferli er oft Þú varst ekki að segja mér að þið væri búin að leysa máli. Hafið þið rætt við þann sem er grunaður aðild að hvarfi drengsins á Valhöll 3. október 1988? Hann er ekki... Við getum ekki veitt þær upplýsingar að svo stöddu. Og verður þá gerð ykkur rannsókn á því máli? Eins og staðan er núna þá lítum við á þessi 2 mál sem eitt og sama málið. Já, að sjálfsögðu munum við opna rannsókn á dauða stráksins og skoða Valhöll og hvaðinn annað sem kemur hvarf hans við. Hefur morðvopnið fundist og voru einhver lífsýni á því? Já, 2 morðvopn er að ræða. Annað fannst nærri vettvangi fyrir nokkrum dögum og á því er fingrafar. Hitt fannst á hennum látna í gærkvöldi og er verið að rannsaka með tillit til lífsýna og annars. Samkvæmt mínum heimildum þá skaut sá grunaði sig með skambissu lögreglukonunnar sem veitti honum eftirför. Getið þið tjáð ykkur eitthvað um það? Hvaðan hefurðu þær upplýsingar? Hefði mátt komið í veg fyrir þetta?
Sýndi hún vanhæfni í starfi þegar hún missti vopnið í hendurnar á morðingjanum? Hvað í andskotanum þykist hún vita? Við munum skoða allar hliðar málsins og komast að því hvað gerðist í raun og veru. Lögreglukonan sem ræðir í leyfi meðan á þeirri rannsókn stendur eins og lög gera ráð fyrir og hún svarar fyrir sig þegar þar að kemur. En við skulum ekki gleyma því hvers vegna við erum hérna í dag. Við erum hérna einmitt vegna þess. Þetta eru bara vitleysingar, Kata. Jæja, gott fólk. Það er algengt að taki mánuði, jafnvel ár, að leysa mál af þessari stærðargráðu erlendis. Okkur tókst það á rúmri viku. En það þarf að fylgja þessu eftir. Öll skýrslugerð fer í gegnum Helgu og hennar fólk. Ríkissaksóknari hefur óskað eftir því að mál Steinþórs Jónssonar verði sett í forgang. En ég vil þakka ykkur öllum fyrir hreint út sagt frábæra frammistöðu. Og hvernig líður þér núna? Ég er bara góð. Hvernig er heima við? Hvað meinarðu? Þú hefur haft mikið á þinni könnu undanferð og það ásamt álagi gæti haft áhrif að Veitu, ertu að gefa það í skyn að mitt persónulega líf hafi eitthvað með það að gera að það náða mig byssunni? Nei, ég er ekki að gefa neitt í skyn, Kata mín. Ég skil að þú sért reiði við að þurfa að vera hérna. En þetta er allt saman bara partur af matinu, þú veist það. Hlaðinni byssu var miðað á þig. Manneskja tók líf sitt fyrir fram að þig. Það þarf að vinna sig í gegnum svona. Þetta er áfall sem getur haft keðjuverkandi áhrif og bitna á þeim sem standa manni næst. Fjölskyldan veit ekki alltaf hvað maður er að ganga í gegnum eða hvaðan reiðin kemur. Ég held hann myndi skjóta mig. Ég held hann myndi ekki sjá Kára aftur. En samt er eitthvað í mér sem skilur hann. Skilur hvern? Kristján. Strákurinn þeirra tekinn á þeim. Hann fluttur á Valhöll. Þar var hann misþyrmt. Misnotaður. Og líklega drepinn. Og hann hélt að þau gert það. Svo hann hefndi sín. Og heldur að það hefur verið rétta leiðin? Auðvitað ekki. En nú ég myndi missa Kára þá. Svona mat. Hvað tekur það yfirleitt langan tíma? Þú skalt ekki þurfa að hugsa um það. Við gefum okkur bara þann tíma sem við þurfum. Hefurðu fundið eitthvað Guðmund? Nei, ekki ennþá.
Kristján notaði piparúð á Guðmund. Nú? Já. Hann að finna allar krufningaskýrsluna fyrir mig. Já. Ekki máli. Það var farið með okkur niður í kjallara. Í dimmt herbyggi, maður sá eiginlega ekki neitt. Ég var eftir hljóðanum, vatnsdropunum. Það var eins og sturta eða krani sem að lekur. Hvað finnst þér? Ég ætla Martin passar ekki hérna. Guðmundur er yngri en hinn þrjú. Sterkari, kannski tók Kristján piparúð með sér þess vegna. Og morðið á Brynju er ólíkt morðinu á Þór. Samháttur er ólíkt morðinu á Ómari. Kristján virðist að þróast með hverju morði sem er í sjálfum sér ekkert óeðlilegt. Nei, en það er ekki það eina. Það voru upplýsingar Brynju, Þór, Ómar og Steinþór í bílskúrnum hjá Kristjáni en ekkert Guðmund. Ekkert? Nei, ekki neitt. Stungusárinn og Guðmundi voru líka grynnri en hjá hinum, gerða minna afli, augun voru ekki skorin, engin var alltaf ljósmynd í hans fórum.
Skófæri virðist líka að vera öðruvísi en skófæri þeim í Ómari. Það eru bara margir hlutir sem stemma ekki. Hvað ertu búin að segja ykkur frá þessu? Ég vildi bera þetta til þig fyrst. Ok, getur þú komið þessu öll á blað? Ég skal heyra Magnúsi. Má ég taka þetta með mér, eða? Já, afrita þessu öll. Gjör svo vel. Ég veit ekki hvort það hjálpa, en ég vildi bara koma nýja póstur hans pappa bara ykkur. Svona til vonar að vara. Já, takk fyrir það bara. Það hjálpar allt, sko. Hvernig gengur í Valkyrji? Illa. Ég deyja alveg. Hvernig líður þér? Eftir allt þetta með pappa hennar? Ég veit ekki. Nei. Þú getur alveg talað við mig eða það er eitthvað. Það er oft gott að tala bara hlutina. Ég vildi bara koma með þessi bréf. Ég held kannski að myndi hjálpa. Já. Þetta er frábært. Men þú vilt tala um hitt, skilur það þá? Þá get ég hlustað, sko. Ég þarf að fara. Ég þarf að vera komin heim ára mamma. Nei, þannig að sest það, tala þessu við. Ég þarf að fara, já. Hann mun ekki fara. Heyrðu? Gerðu það. Fengum við ekki send öll símagögn hans Guðmundar? Jú, af hverju? Var ég árita það? Þau eru bara hérna. Komið til inn. Hvað er eitthvað í gangi það? Nei. Bara smá follow-up. Ok. Myndir. Ég fer í loftið eftir 15. Geturðu sagt mér af hverju þú talaði við Guðmund Finnbogason daginn fyrir og daginn sem hann var myrtur? Ekki út af þér. Guðmundur hafði samband og sagðist vilja ræða við mig Valhöll. Hann vildi sýna mér einhverja myndir. Hvernig myndir? Einhverja myndir frá Valhöll. Bunduðu ekkert heima hjá hann? Nefndi hann ekkert hvað hann vildi ræða? Hann myndist á misnotkun og þess aftar sem við vissum af. Svo ætlaði hann líka að segja mér frá einhverju varðandi hvarfið á Tómasi. Hvarfið á Tómasi? Já, en eins og ég sagði, ég náði ekkert að ræða hann við það. Hann vildi ekki segja mér meira í símann. Ok, takk. Guðmundur var á leiðinu með einhverja myndir til Selmu. Hvar eru þær? Okkur eru einhverjar upplýsingar Guðmund í bílskúrnum hjá Kristjáni. Það skilur þetta bara, gengur ekki upp. Sjáum hvað Helga segir. Ég bið Hugrúnu að koma öllu sem hún hefur málið á hana strax í fyrramálið. Já. Heyrðu, vel á mist. Elsa bað mig að spyrja þig hvort þú vildi koma í mat til okkar á eftir, svona 8-leiti. Já, ég er alveg til í það. Gott.
Arnar! Æ. Komdu inn, það er svo kalt úti. Bara alveg eins og í gamla daga. Já. Hvernig finnst þér að vera komin heim, Arnar? Ég man svo vel eftir lyktinni hérna. Lyktinni? Lyktinni, hún hefur ekki breyst. Ég vona hún sé ekki vond. Nei. Þegar Magnús sagði mér vætti vona þér þá ákvað ég að elda uppáhaldið þitt. Býttu. Nú bjúgu upp stúf. Arnar minn, viltu segja mér mitt orð? Heyrðu, varst þú búinn að heyra í Hugrúnu og Helgu út af svona Guðmund? Já, Helga ætlar að skoða þetta í fyrramálið. Ok. Flott, ég fer það bara betur yfir þetta með henni. Heyrðu, þau voru að hringja í mig frá Oslo rétt áðan. Þau vilja fá þig strax út aftur fyrst að málinu er lokið. Málinu er náttúrulega ekki lokið. Nei, ég veit. Og ég reyndi allt sem í mínu valdi stendur til að fá að halda það lengur. En sannleikurinn er nú samt sá að hlutverki þínu hér er lokið. Einmitt. Hvenær fer þið út, eða? Ég skilst að sé búið að panta fyrir þig flug annað kvöld. Arnar minn, engar áhyggjur. Ég skal fara yfir málin með Helgu á morgun. Já. Ok, flott. Ertu vissum að vilja ekki borða með okkur? Nei, takk. Ég er alveg pakksattur. Þetta er Kata. Hún vann alla sundkeppni sem hún tók þátt í. Þú ert að sjá hann í vatni, stelpunum er svo höfrungur. Mamma. Ég skal ganga frá huskan. Takk, mamma mín. Já, ég ætla nú bara rétt að stoppa og segja bless. Þetta fara? Já, morgun. Og hvað? Hvenær fann maður að segja það aftur? Hvað með þig? Hvernig hefur það? Ég er góð. Nægan tíma til að prjóna og svona. Hvernig er í vinnunni? Það er nú eiginlega hinn ástæðan fyrir því ég ákvað að kíkja við. En lasagna? Nei, takk. Mamma, hann er ekki svangur. Hvernig má það vera? Hann er ekkert nema skinn og bein. Ó, hvað? Sorry. Hvað sem? Þú veist, ég má ekki fara út í ómikla dítila fyrst þú ert í leyfi. Láttu ekki svona. En Hugrún, hún fann hugsanlegt misræmi í morðinu á Guðmundi. Hvernig misræmi? Það var notaður piparúði á Guðmund og það hefur ekkert fundist hann í bílskúr Kristjáns. Hvernig getur það verið? Ég veit það ekki. Ég talaði líka við Steinþór. Já, hvað sagði hann? Hann segist saklaus á morðinu á Tómasi. Trúir því. Og nefndi karlmanns öskur frá kjallaranum kvöldið sem að Tómas hvarf. Karlmanns öskur? Líklega frá manninum sem var að misnota þá. Steinþór segir að Tómas hafi verið með hníf á sér, hann gæti hafa stungið hann. Og heldur hann segja satt? Ég bara veit það ekki. Ég vona því að Helga og þau skoða þetta. En já, ég er fyrst og fremst komin hingað til þess að þakka þér fyrir gott samstarf. Takk sem leiðis. Já. Ég myndi að láta það fá þetta. Hvað er þetta? Frá Magnúsi, hann bað helsa. Ok. Bæ, Kata. Bæ, góða ferð. Já, sæl. Þetta er Hákon hérna í Borgarnesi.
Afsakaðu hvað ég hringi seint, en ég vissi ekki hvað best var að hringi í þarna, segir það? Ekkert mál. Hvað get ég gert fyrir þig? Haltu bara áfram að það. Já. Og hvað? Ég fann falið herbergi í kjallaranum. Í kjallaranum? Já, undir stiganum. Ég held þetta sé herbergið sem að maðurinn þarna nefndi í kastljósinu. Gætu þið mögulega sendið einhvern að sunnan til að kíkja á þetta? Kom inn. Þú ert að fá hjartaáfall, eða? Hvað, hvernig átti ég hans að vekja þig? Nú getur bara, þú veist, sé flautað eða var maður við einhvern veginn. Ertu með lúminhól út í bíl? Já. Geturðu náðið það fyrir mig? Já. Jesús. Þetta eins og í sláturhúsi. Tómas hlýtur að hafa verið myrtur hérna. Er ekki allt DNA horfið úr þessu? Nei, það þarf ekkert að vera. Ef við erum heppin, þá er líka DNA úr morðingjanum í sýnunum. Ég meina, er þetta ekki bara blóð úr stráknum? Kannski. En það heyrðist karlmannsöskur neðan úr kjallaranum þetta sama kvöld, þannig að... Skrítið. Hvað? Það er ekkert Tómasinn og Lögu. Ha? Hvernig getur það verið? Hérna? Nei. Kannski er eitthvað niðri í geymslu. Hvernig? Nei. Gerður Bárðardóttir, er það ekki konan á næsta bæ við Valhöll? Passar. Borg. Ættum við ekki að fara að tala við hana? Men kannski mann hún eitthvað frá kvöldinu. Já, ég gleymi því aldrei. Við þekktum Tómas. Hann var góður drengur. Það voru tökur í honum. Dirfska,
Ekki þessu aumingjaskapur sem í ungmennin í dag. Hvernig þekktið þið Tómas? Hann fór alltaf hérna yfir landareignin okkar þegar hann var að strjúka þarna ofan á Valhöll. Pabbi fór svo alltaf og sótt hann. Svo hringdu við upp yfir. Ég vissi allt plönin hans. Hvað plön? Að komast til Reykjavíkur. Hann sagði mér áður en hann hvarf að hann vildi bara komast til mömmu sinnar og pabba. Sagði að næst skildi það takast að komast alla leið. Sögðu þið lögreglunni frá þessu? Já. Við sögðum allt. Já. Gerðu það. Það var heilmikil umferð hérna kvöldi sem hann hvarf. Umferð? Já. Og 2 bílar. Kvöldi sem Tómas hvarf? Já. Fyrir bílinn ók hérna bara snemma og svo kom lögreglubílinn nóttina. Lögreglubíl? Já. Þetta hlýtur alltaf að standa þarna í skýrslunni. Við sögðum lögreglumanninum þetta allt saman. Það er ekki neitt neitt lögreglubíl hérna, sko. Og ekki hinn bílinn heldur. Við þurfum að ræða við Tryggva Sigurdsson sem er skráð fyrir skýrslunni. Ekki segja mér hans er dáinn. Hann Tryggvi? Nei, hann er ekki dáinn. Mörgum til mikillar mæðu. Tryggvi minn, það komu gestir. Hákon, lögreglustjóri og Katrín Gunnarsdóttir frá rannsóknarlögreglunni Reykjavík. Sæll, Tryggvi minn. Heyrðu þið kallið ef það er eitthvað? Takk fyrir. Jæja. Hvað viltu? Sæll, Tryggvi. Mér langaði alltaf að tala við þig skýrslu sem þú skrifaði fyrir 30 árum hvarfið á Tómasi Kristjánssoni. Tryggvi, heldur þú getur ekki aðstofað okkur hans með þetta? Ég hef ekki hugmynd hvað hann er að tala Tómas Kristjánsson, ungur drengur sem hvarf frá Valhöll. Þú hlýtur að muna eftir þessu. Er þetta ekki undirskriftin þín hérna? Tryggvi, láttu ekki svona. Ég hef ekki tíma til að standa í þessu. Já, farðu bara heim. Þetta er ekki starf fyrir konur. Hvurslags er þetta? Gætirðu aðeins látið okkur tveir? Já, ég meina. Er þið sem þú... Já, bara smástund. Já. Takk. Tryggvi, ég veit nákvæmlega hvernig þið líður. Ég hef líka gert mistök. Svo hræðileg mistök að mér tekst ekki að gleyma saman hvað er inni. Og í raun ætti ég ekki að vera þetta. Það er í leyfi vegna þess að ég misti byssuna mína í hendurnar á manni sem skaut sig í höfuðið. Byssu sem ég er en þá er henni átta má hvort ég hefði þurft að taka með mér, eða ekki. En það er nú ekki það versta. Ég held að strákurum mín hefði gert mjög ljótan hlut. Svo ég eyddi sönnunargögnunum. Þetta veit enginn nema þú og ég. En málið með mistök að það er aldrei á seint að bæta fyrir það. Og eins og heyrir þá ég með haug af mistökum á bakinu. Og ég ætla að bæta fyrir. Ég ætla að reyna það. Ef ég geri það ekki, þá er ég erfitt með að lifa með sjálfur mér. Ég skrifaði ekki þessa skýrslu. Ég var ekki henni svona í bænum. Af hverju er nafnið þitt á henni? Setti bara nafnið mitt á hana þegar ég var lögreglustjóri þá. En hann skrifaði hana. Hann hver?
Maggi. Maggi hver? Lögreglustjórinn í Reykjavík.